Já, komið sæl, verið velkomin í GR-verkdeildina í Rocket League. Ég heiti Brimar Jörvi og verð með ykkur hér í dag eins og vanalega. En nú komin nýr gestur til mín, Gabriel, sæll og blessaður, verðu velkomin. Takk fyrir Brimar minn, það verður sjúklega skemmtilegt að vera hérna í dag. Ég treysti að ég mun sjá ansið marga spennandi leiki í dag, þannig þú veist. En þið verður að fyrirgefa mér, ég ekki up to date on the lingo sko í Rocket League þannig. Nei, við förum bara hægt og rólega í það og ég verð náttúrulega með þér hérna í allan dag. En já, við erum bara strax byrjar að sjá hvernig dagskráin lítur út í dag og við hendum því kannski bara upp á stóra skjáin líka fyrir ykkur til að sjá þetta bara betur. En við byrjum sem sagt á Stjarnan gegn Þór, förum síðan yfir í 3-5-4 gegn Hamar og endum á Dusty gegn Oman. Stjarnan búin að vera pínu upp og niður með nýtt lið, geta sýnt alveg frábæra leiki, hafa spilað mjög góðan leik á móti 3-4 og hafa síðan pínu fallið frá í öðrum leikjum. Þór búin að vera mjög sterkir, bara búin að tapa einum leik gegn Dusty, búin að vinna alla sína viðuregnir, á toppnum. 3-4 Hamar, þetta annað sæti gegn síðasta sæti, ég býst við frekar miklu rústi þar og endum síðan á Dusty Oman sem að ég tel vera mest spennandi leikin í dag. Ég elska þegar mest spennandi leikurinn líka síðastur. Það alltaf yfirleitt gott þegar spennandi leikurinn seinast. Þá getur maður, þú veist, enda daginn á einhverju ógeðslega spennandi, heldur öllum glöðum og já, veit ekki mér. Nei, hvað hefur einhvern tíðan spilað Rocket League bara svona til að henda boltan á þig? Já, ég hef spilað Rocket League einu sinni eða tvisvar, ég hef sagt að gekk aldrei eitthvað rosalega vel, ég brunaði og þú veist, helsta staðsíðum mín var bara, heyrðu, hann bíll, ég ætla bara að bruna á hann, sprengja og leiða liðsfélagum mínum að sjá það því ef ég þarf að elda boltan í lofti þá ég bara, ég týndur sko, ég hef reynda nokkuð sinnum. Já, Rocket League einn af erfiðustu leikjum sem þú getur fundið þannig að þú sérstaklega í svona íþróttaseninni en það verður ekki skemmtilegt að sjá hvað þeir geta boðið upp á takta og verður kannski skemmtilegt fyrir því að fylgjast með þó að þú fylgjast nú eitthvað með þar sem að þú átt nú einhverja góða félaga hérna allan einn hér í deildinni. Einn í deildina, Bjarni minn sko. Það auðvitað Bjarni kemur úr sama skóla og við en við kíkjum kannski bara á liðin hérna, fyrsta liðið til að sýna sig í dag Stjarnan, fáum það upp á skjáin hjá mér. Hér það Daxi, OSM, Khan og Birkir eða BRK. Virkilega flott lið, Daxi einin sem að heldur sér frá síðasta tímabili, OSM kemur upp úr fyrstu deildinni, Khan nýi skotin í deildinni og BRK á eftir að finna eitthvað meira út úr hvaðan hann kemur eða hvað hann var að gera í síðasta tímabili en hann ekki búinn að fá að spila allavega ekki ennþá. Þannig þetta fyrsti leikurinn hans í dag? Við veitum það ekki, hann fjórði maður, þetta bara, hann á bekknum allavega svo við vitum, hann gæti verið að spila í dag, gæti verið að þetta verður bara klassiska þriggja manna line-up í höfum, Daxi, OSM og Khan. Þeir eru náttúrulega virkilega flottir, Khan búinn að koma mjög sterkt inn í þessa deild og bara sem einna betri útlendingum myndi ég segja. Þannig að skemmtilegt að sjá hvernig hann kemur svona fram á móti stærsta og besta liðin okkar sem við fáum upp á skjáin hjá okkur núna. Það eru Þórsararnir, Step, Bjarni, Emilvald og Pappi Fjórir. Pappi Fjórir kemur inn sem varmaður svona til öryggis ákveða bæta honum við í liðið aðeins seinna heldur en strax í byrjun deildar en bara klassískt að hafa eitt svona sprellikall tilbúinn að mæta ef einhver skildi falla frá. Já, það alltaf fínt að hafa einn öruggan bara svona just in case, maður veit aldrei hvort eitthvað endar óvart veikur daginn eða kvöldið áður. Nei, mitt og það akkurat það sem við erum búin að vera að tala frekar mikið það sem að Þór ekki eina liði sem að búa að vera að stilla sér upp bara þriggja manna. Mér myndi allavega að líða mjög illa að vera alltaf að stilla sér bara upp þrír og bara eiga að vera bara tilbúnir allir að spila hennar leik sama hvað gerist. Já, það væri náttúrulega alltaf ógeðslega leiðilegt ef maður komið á keppnisdag og síðan bara einn rúmleikandi og kemst ekki. Já, algjörlega. En Pappi Fjórir mættur, við fáum mögulega að sjá hann eitthvað en hér fáum við upp hver mun sigra á Twitch-chatinu. Þið getið kosið það heima. Það annarkvort millumerki STRN fyrir Stjörnuna eða millumerki Þór fyrir Þór. Ég allavega frekar viss, ég ætla að fá að byrja að spána mína hérna
til að svona, þú fáir einhverja hugmynd. Já. Ég ætla að spá Þór 3-0. Mér langar í svolítið skemmtilegri leik, þannig mér langar að fá þetta minnskosti, þú veist, Þór 3-1 eða ennþá skemmtilegra, 2-3 sko. Þetta er skemmtilegan leik, fá smá sinna underdog moment, ef ég skilur þetta rétt. Já, Stjarnan er klálega svona underdog í þessum leik. Nýtt line-up, gekk ágætlega hjá þeim í fyrra en var með eitt lykilmann sem að færði sig yfir í Stjörnuna og nýr útlendingur og allt svona, þannig að þeir eru pínu að koma sér bara saman á móti þessum risum sem eru Þór, búin að spila núna mjög lengi saman, sérstaklega Bjarni og Step. Emil Vald náttúrulega búin að vera með þeim núna í einhver tíma líka og skemmtilegt að segja að Step og Emil Vald eru núna að spila saman í framhaldsskólaleikunum líka. Þannig að það er... Já, þú veist, það var áhugavert að heyra því þegar þeir voru saman í framhaldsskólaleikunum. Það verða framan á næstunni. Maður var bara, já, þetta verður kannski helviti sterkt að Rocket League-lið. Já, algjörlega. Við sáum það reyndar í fyrra fyrir ykkur sem að fylgdust eitthvað með Frís eða voru að keppa. Ég veit að einhver nöfn voru að keppa. Að það voru nú einhverjir á toppnum í Fortnite-deildinni sem voru að keppa í framhaldsskólamótinu í fyrra líka. Þetta er svona, þessi leikir sem eru svona erfiðastir mechanically eru oft, aldurinn er bara hana 15 til 25. Já, það er oftast þannig. Þegar maður er yngri þá er maður aðeins fljótur að gera hlutina, þannig það eru yfirleitt þeir sem eru að keppa eða eru á toppnum einhvers staðar. Algjörlega, spurning hvort að Twitch policy ekki örugglega að virka. Ég væri til í að, þannig kemur það inn 50-50. Það, meðan við þetta, er spáin þín líklegri til að verða sönn hér. Ég ætla samt að halda mér algjörlega á því að Þór sé að fara að taka hana leik hér í dag 3-0 eða þessa viðureign segi. En við sjáum til hvernig það allt fer fram. Þó ég hafi góða trú á þessari Stjörnumönnum, þá hef ég séð á spila frábæra leiki á móti 3-4 og ég hef séð á líka spila frekar slaka leiki á móti einhverjum öðrum liðum. Þannig að það er pínu mikil munur á dagsformi hjá strákum. Þetta er svolítið zigzag á milli dagana. Hvort þeir eru bara alveg ótrúlega góðir eða þurfa aðeins spýtilófana. Algjörlega. En ég treysti bara á það að við hendum okkur bara strax í leik og það er tilbúið. En það er vissulega bara einn útsendingastjóri hjá okkur í dag. Hann er bara einn hérna inni að sjá með það allt það sem að eru veikindi að trufla okkur akkurat og þess vegna er það mikilvægt að vera með 4. mann. Það er svo hrikalega mikilvægt að vera 4. mannina því alls maður veit að allt einhver pæst að gangi í gegn hef ég heyrt núna svo margir sem ég þekki sem verður bara veikir allt í einu þannig þetta er fullkominn tími til að hafa nokkru auka til að keppa fyrir sig. Algjörlega gott að fá þig inn þar sem að vantaði nú alla kastirana mína á móti mér. Veit ekki hvað er að verða af þeim hópi, ég þarf að fara að draga það eitthvað saman og taka það í eitthvað hart spjall. Það er greiðlega smá bíð á Stjörnuliðinu, en þeir hafa vissulega smá tíma. Þá er bara spurningin, maður sjá, það er ennþá hérna Loaded Fries Pringles á bakviði. Hefurðu smakkað þetta? Ég hef ekki smakkað það. Hvað er, það er hann að neðst niður, já, við erum að taka þetta upp, sko. Taka þetta upp, en maður sjá hvernig þetta smakkar hérna. Tekið smá taste test, sko. Já, við vorum búin að smakka þetta, ég og Gummi. Það er, þú smakkar hérna fyrst bara fyrir okkur. Já, Þetta var greiðalegt, ég veit ekki hvort þú getur fengið þetta lengur. Þetta var bara svona limited edition fyrir NFL Super Bowl. En gæti verið að þú getur fundið einhverju hagkaup verslunum ennþá. Sko, mér finnst þetta alveg helviti gott Pringles, sko. Þetta er örugglega, ég myndi segja þetta svona í topp 5 hjá mér. Af Pringles-bröðunum. Nei, kannski í topp 3. Já. Þetta fer svona, Pringles-bröðum fer alltaf náttúrulega hérna, góða sour cream and onion bröðið í fyrsta sæti. Síðan í öðru sæti er það hérna. Sour cream and onion er alltaf 2 bókarar og... Hérna er hann, ég er að gá hvort Pringles, en hérna paprikagæðin er hérna. Sýnist ekki. Sýnist ekki, herri, skrampinn. Herri, það var paprika nr. 2 og ég myndi alveg setja þennan í 3, sko. Já, hann er ekki svona ofarlega hjá mér. Buffalo Chicken Wings var það sem ég valdi sem liðið mitt, þannig að hann fær að komast í allavega topp 5 hjá mér. Sour cream and onion nr. 1.
Ég sammálaði paprika nummer 2. Ég vil setja original í nummer 3. Síðan myndi ég hreinlega setja hana spicy sour cream í númer 4 hjá mér sem að var til einu sinni allavega, ég veit ekki hvort það hægt að fá það ennþá, en það var, ef ég maður rétt, eitthvað svona limited edition, og síðan Buffalo Chicken Wings, það kemur númer 5. En þú gramsar hana fram í gegn. Já, ég verð að sjá hvað hérna. Það er alltaf áhugavert að sjá hvort það er eitthvað brauð sem ég ekki sé áður. Reyndar alveg skynast að brauðið Pringles sem ég smakkaði hingað til var, hvað var það, svona cocktail prawn Pringles. Já, ég man eftir því líka. Það var pínum sérstætt, en það var alltaf læg. Það var alltaf lægi, sko. Maður svona bjóst ekki við því fyrst maður sá það, sko. Maður bara svona, hei, er þetta bragð til? Er maður að smakka þetta, maður? Algjörlega. Fáum hérna stuðu töflunar upp og meðan við höfum ekkert annað að tala um. Það er fínt kannski að henda það bara á stóra skjáin, þannig að fólk hættir að horfa á okkur borða Pringles eða eitthvað. En það er eins og ég talaði um Þór í fyrsta sæti, 3-4 í öðru, Stjarnan kemur síðan í 3. sæti og eftir þeim Dusty í 4., Ómon í 5. og Hamar í 7. sæti. Við erum að tala um, þetta er 3. sæti á móti 1. sæti og Stjarnan hefur einungis tapað einni viðureign hingað til sem að var á móti 3-4. En ég hef einhvern veginn of mikla trú á þessu Þórsliði til að ég sé að spá einhverju leikjum fyrir Stjörnuna. Þeir töpuðu vissulega einu leik á móti Dusty en það var fyrsti leikurinn í deildinni. Þannig ég hef einhvern veginn fulla trú á því að Þór sé að fara að taka þetta. Og Já, kannski svolítið mikil trú með ég horfi á hann á stigina, þá eru þau svona semi-nálægt, bara búin að tapa einum leik, þannig að þetta gæti verið tíminn fyrir ótrúlega skemmtilegan leik akkurat núna. já, algjörlega. En síðan sjáum við akkurat Dusty Ómon, síðasti leikurinn okkar hér í dag. Það er 4. á móti 5. sæti, þó plus-mínus-talan er mun betri hjá Dusty. Og 3-4 Hamar er leikur sem ég býst við að fari pínu eins og Þór Hamar leikinni fóru. 3-0 og allavega einn mjög öruggur leikur fyrir 3-4. En þeir þurfa vissulega að mæta til leiks af því að Þór kláraði Hamar ekkert mjög öruglega í öllum leikjunum sínum. Já. Þannig Hamar hefur alveg svona smá séns til að ná þessu inn ef 3-5-4 er ekki alveg að fylgjast með. Er ég að ná þessu rétt eða var þetta Já. Dusty? Já, Dusty Ómon er náttúrulega, sko ef að Ómon er líka svona lið sem að dagsformið skiptir öllu máli. Já, Við köllum það alltaf með LAN-buffið. LAN-buffið. Já, þeir mæta úr 5. sæti í deildinni, í riðlakeppninni og fara síðan í undanúrslit eða úrslit í LAN-keppninni. Veit ekki hvernig þeir fara að þessu, en það er bara önnur skepna sem að mætir á LAN-ið þegar þessi drengi mæta. Það er auðvitað stemningin að mæta á LAN-ið, allir á stað, maður getur séð hvernig maður er að keppa á móti, maður er bara svona, ég ætla að vinna þetta. Bara þannig ég get sagt það, að ég vann. Algjörlega, en já, ég er að segja að við þurfum bara að hafa hérna fleiri LAN-leiki, þannig að Ómon sé bara að spila betur yfir gegnum tímabili. Já, það væri stór hættulegt fyrir alltaf, það væri alltaf LAN hérna, sko. Það væri Ómon orðins frekar háttan uppi. Já, ég myndi segja að þeir væri topp 3 lið bara alltaf, eða það væri bara stanslaust LAN. Ef við værum alltaf að mæta hérna á LAN, þá væri Ómon bara alltaf í topp 3. Já. En vonandi fyrir að styttast í leikinn, ég vona að Stjörnuliðið sé að fara að koma sér fyrir. Vonaði sé samt ekkert vandamál hjá þeim. Við höfum lent í einhverjum smá vesenni gegnum deildina þetta tímabil. Við erum meðal annars búin að fá eitt leik þar sem að þurftu bara að gefa síðasta leikinn í viðureigninni. Já, það er ekki lúst skemmtilegt. Nei, við viljum ekki sjá það aftur. Nei, alls ekki. Það var kannski fá að sjá hennan nýja varmann keppi í dag þá, ef það er... Já, það gæti verið. Við gætum fengið Birki inn ef að BRK, ég veit ekki hvort þessi Bjarki eða Birkir eða Stjarnan. Já, herðu. Ok. Við bara... Stjarnan er sem sagt að gefa leikinn, bara alla viðureignina býst ég við, frekar en bara fyrsta leikinn. Ég ætla að fá það á hreint áður en ég segi eitthvað meira, en það er allavega að Stjarnan er búin að gefa fyrsta leik. Ég fæ það síðan hjá mér hvort að ég sé að gefa fyrsta leik eða hvort að ég sé að gefa alla viðureignina. En... Já, ég er hreinlega vonað að ég sé bara að gefa fyrsta leikinn, það verið... Nei, eða ekki. Við vorum að fá það á hreint, það er öll viðureignin. Öll viðureignin. Þannig að
Já, ég býst við að við séum þá bara að fara að taka smá pásu áður en við förum í viðureign númer 2 sem er 3-5-4 gegn Hamar. Þetta var, já, leiðilegt að heyra, en já, fyrir ykkur heima, við ætlum að fá að taka smá auglýsingahlé og mætum síðan aftur þegar, já, Hamar gegn 3-5-4 eiga að spila á eftir, ekki fara langt. Ég held þú þurfir Red Bull, orkudrykkin. Ég þarf ekki Red Bull til að veiða. Ekki fyrir þig, fyrir þá. Fyrir fiskana. Býtu, fylgstu með. Red Bull veitir vangi. Ekki slæmt, en ekki svo gott heldur.
Býtur ekki á? Nei, ekkert. Fiskunum leiðið sjálfsagt jafn mikið mér. Ég held þú þurfir Red Bull. Orkudrykkin. Ég þarf ekki Red Bull til að veiða. Ekki fyrir þig, fyrir þá. Fyrir fiskana. Býtu, fylgstu með. Red Bull veitir vangi. Ekki slæmt en... Ekki svo gott heldur.
Já, verið velkomin tilbaka í GR-verkdeildina eftir, þetta leiðilega dæmi okkar hér, þar sem að Stjarnan þurfti að gefa fyrstu viðuregnina til Þórs, en enga að vænta við erum eiginlega bara tilbúinir fyrir næsta leik, segi ég, og það er Hamar gegn 3-4. Ég held að við fáum reynda 3-4 hérna fyrst upp á skjáinn. Ef ekki bara henda því strax upp. Jú, það er Dan, Rexer, PS og Vex, klassískt. Bara line-up hafa verið saman núna í einhver tíma, Vex alltaf hann að tilbúin sem varamaður, spilar voða lítið reyndar, en hefur komið inn á þegar Rexer hefur þurft að brasa eitthvað með finnunum sínum, en virkilega flott lið, mjög sterkir og Rexer alltaf talin besti útlendingurinn í deildinni, hoppum síðan kannski beint yfir í Hamar, flott, Villi, Serind og Bombi, þetta er akkurat hitt liðið sem ég talaði sem að var ekki með varmann á bekknum, en þeir eru allavega tilbúinir í leik núna, þannig að það er ekki vandamál hjá þeim í dag. Sjáum hvernig það allt gengur, en skemmtilegt liðið sem kemur hérna upp úr fyrstu deildinni til að fá að keppa í GR-verk. Já, þetta lítur út skemmtilegt, þú veist. Ég verður sem að segja, ég var frekar leiður að hitt fór ekki í gang, það þýtti að ég tapaði hrakalega með spána mína, þannig... Já, spána mín var virkilega sönn þar. Ég ætla að fá að henda í aðra spá, það er 3-0 fyrir 3-4, ég ætla að vera ótrúlega neikvæður í dag. Já, þú veist, ég lærði leksjónum frá seinast, ég held að ég ætla að fylgja þetta skipti, ég fór ekki öðru. En þú veist, þeir eru þó að keppa, þannig ég ætla að gefa minnskosti, segjum hérna 3-1, sko, 3-1. 3-1, já, líst vel að Hamar tækli sem fyrsta leik hér gegn 3-4. 3-4 svo sem ástæðan af hverju eru stundum ekki á toppnum á deildinni þráttur eru í jafni stigum. Þór er pluss mínustalan, þeir eru að tapa fleiri leikjum í þessum viðuregnum, en 2 af þeim leikjum voru á móti Stjörnunni, en við erum bara komnir inn í leikinn. Flott er, við heyrum reyndar ekkert í leiknum, þannig kemur það. Og þá er það allt klárt, 3-4 gegn Hamar. Hér byrjum Rexer flýgur með boltan allavegna upp, fyrir á bakvegginn, spurning hvort að einhver er mættur til að aðstofa hann. Hérna kemur PS fljúandi, Dan kemur með fyrsta skotið sem er varið að Serin. Rexer heldur síðan þessu gangandi hér í bakvegginn, Serin kemst fyrir þetta, en PS tilbúin að fylgja aftur og eftir. Kemur boltanum bara niður á Dan sem kemur með annað skot og það er varið af þeim 2, en þriði maðurinn kemur að klára þetta. Rexer kemur 3-4, 1-0 yfir. Og já, þetta er pínu það sem ég var að búast við af þessum leik. Já, skemmtilega leikur, allt fljótt, rosaljótt að gerast, ég veit ekki hvað ég að segja hérna, sko. Nei, þú, eins og ég sagði við þig áðan, þú verður grínisti minn hér í dag, en Villi er að koma með fyrsta tækifæri fyrir Hamar. Núna fylgir þið eftir og Bombi er að skora fyrir Hamar. Litla fjörið, mér skynst að spá mín fyrir að næra vera rétt, sko, þannig endilega Hamar takja minnstu fyrsta leikinn hérna og þá er ég skampiglaður. Já, Hamar næra jafna leikinn, strax tilbaka. Skemmtilegt að sjá. Rexer kemur hér með boltan hátt upp, Bombi kemst inn í þetta og næra að spila út á sinn mann sem er komið núna frekar hátt upp völlinn, en trufla hvern annan hana aftar. Hérna kemur annars skot og fyrir stöngina aftur! Skrambin, þetta verður ótrúlega skemmtilega skot. Mark. Dan og PS núna með tækifæri hinum megin. Rexer kemur hérna upp, kemur skotinu á marki, en síðan kemst inn í þetta áður en PS nær að trufla hann. Dan heldur þessu síðan gangandi með no boost, kemst fram hjá einum, en þeir eru 2 tilbúinir að taka mótunum í horninu. Hann fær boostið, kemur þessu fyrir neðan fyrir fram að markið í stöngina og út. PS fór ekkert í þetta, Rexer kemur síðan boltanum aftur aðeins fyrir fram að markið. Dan reynir að fylgja eftir, nær ekki skotinu á markið og Hamar nær losa boltan aðeins frá, en Rexer aftur tilbúin í næstu sókn. Það er tekið að bomba Dan upp vegginn inn á miðjan völl. PS núna tilbúin í næsta, en það er framhjá. Já, góða sóknir hjá 3-4, en Hamar ná að halda boltanum frá markinu. Núna Serind með tækifæri hinum megin, skot og það er varið af Dan. Serind nú er að góður frammi hérna fyrir Hamar. Villiró núna að reyna að klóra sig hérna áfram, en
boltinn fer yfir sérinn, Bombi ætti að vera með smá snertingu, PS kemst síðan inn í þetta. Nær skotið á markið en það er lítið úr því. Rexer reynir að sækja upp en sérinn tekur vel á móti, getur hann farið aftur upp í þetta? Nei, Dan er langt á undan, búinn að lesa þetta fyrir lengu, fer í flippri-settið en nær ekki að spila þetta yfir á PS. Bombi kemst aftur inn í þetta. Hálfleikur kominn og staðan ennþá 1-1. Við erum að tala annað sætið á móti, fyrsta sætið í fyrstu deild. En hérna kemur boltinn frítt á markið, enginn í markinu hjá Hamar og Dan með, voða hægt og rólegt mark. Já, hann bara tók þetta yfir frá hinum helminginu á vellinum, þannig kannski fínt að hafa einn í vörn, en þeir voru svo sem í sókn. Já, algjörlega. Svona bara að passa sig við það sem að 3-4 klikka eiginlega aldrei á, það er að vera alltaf með mann á bakvið til að fá ekki þessar skyndisóknir á sig. Hér er PS komið með boltan aftur fram, Rexer og Dan mæta báðir í þetta. Komið sér á markið, sérinn nær að verja en Rexer treður þessu síðan inn, sláinn inn og kemur 3-4, 3-1 upp. Yndislegt ljóð sem við fáum alltaf frá stönginu og slanni. Þeir eru marktræður fyrir marga í deildinni og bara eiginlega alla Rocket League spilara. Allir sem eru búin að heyra þetta aðeins of oft í raktleikjunum sínum. Hvað þá boltinn fer henni í stöngina? Er þá sérstaklega hjá með því? Já, það var bætt við í fyrra. Villi að koma með tækifæri hinn meginn. Hamar er að koma sér aftur inn í leikinn. Mér líka við þetta. Komum svo Hamar. Lík. Það er að hafa einu rétt að spá í þetta. Villi kemur hérna. Nær að klára þetta mark. Frekar einfaldlega 3-4. Ekki alveg vakandi fyrir þessu. Spurning hvort að Hamar gætu náða að jafna hér eða eru 3-4 ennþá með svörin geta að klára þetta. Dan og Villi mætast hérna í loftinu, PS kemur á eftir. Sérinn fylgir en þarna er frekar opið mark en Villi gerir vel að koma þessum fyrst. Sérinn missir af boltanum en nær að koma honum yfir á miðjuna. Bombi lætur þetta fljóta áfram. Kemur boltanum fyrir neðan fyrir fram á marki. Rexer var bara löngu tilbúinn í þetta fyrir flippri-settið, nær að pumpa Villa og núna kemur PS með opið mark en það er varið á línunni. Sérinn kemst niður og nær að grípa þennan bolta. Núna boltinn aftur fyrir fram á marki. PS stoppaðir bara, samlokaðir boltinn hana, Sérinn og PS. Mínúta eftir og Hamar þurfa að skora eitt mark í viðbót eða alltaf að lifa þennan leik af. Rexer kemur boltanum hérna upp í horni, getur Dan klárað þetta? Nei, Bombi nær að stoppa það og er að leika sér aðeins með PS hérna. PS stoppar hann bara miðri sókn. Rexer kemur boltanum síðan aftur fram en er ekki með púst til að fylgja eftir. Villi kemur þetta í sínu horn en Dan nær ekki að gera mikið og þessu 30 sekundur eftir. Núna er tækifæri Bombi, ef þú kemst inn í hann bolta getur trublað hann eitthvað. Gerir það bara alls ekki, Dan er bara löngu farið með hann bolta. Sérinn kemur síðan, grípur boltan í loftinu. Rexer fær síðan allt og mikið tíma hér. Bombi kemst inn í þetta, nær að bjarga þeim en það er ekki nóg því að þeir þurfa að skora. Það eru 10 sekundur eftir. Bombi kemur með skotið, það er varið upp. Rexer kemst í þetta, er Sérinn eða Villi með tækifæri til að stela boltanum hérna. Síðasta tækifæri. Núna býðum við eftir að boltinn annað hvort lendi í markinu eða á jörðinni. Þeir haldi þessu gangandi. Villi setur hann aftur lengra upp í loftið. Rexer heldur þessu uppi. PS uppi loftið og kemur þessu á markið. Það er varið. Dan heldur þessu gangandi. Villi floppar honum svona hægt og rólega upp. Rexer er ennþá með bústi, getur fylgt eftir. Það er varið yfir og þarna setur Dan boltan loksins í jörðina á 3-4. Vinna fyrsta leikinn en þó bara 3-2 gegn Hamar. Já, þetta var aðeins nær en ég held að þetta myndi vera. Ja, þetta var eins nált og ég var að vonast að þetta væri. Já, stigataflan eitthvað vitlaus hjá okkur á eftir að uppfæra sig. En við spáum ekkert í því. Þetta var vissulega 3-2 og ekki þessi nöfn á vellinum. Þetta gerist stundum og sérstaklega þegar við erum bara með einn mann að reyna að stýra báðum tölvum. Það er ómögulegt eiginlega, hann er ekki með það langar hendur sko. Já, það var alveg ótrúlegt að hann væri með þetta alveg 100%. Hann myndi eiginlega þurfa að segja að hann væri 2 manneskjur.
Já, þú veist, hvað veit maður, hann er með lokaðu hurð sko, það gæti verið að hann sé búinn að klóna sig hann á bakvið. Já, reyndar, maður hefur enga hund hvað gerist hann fyrir aftan. Eins við erum með hann litla klukka sem við sjáum í gegn og við sjáum svo sem ekkert meira þangað enn. Nei, en Hamar mætti með mun betri leik heldur en ég bjóst við að þeim hérna í fyrsta leik. Ég ætla að gefa þeim bara stórt hrós fyrir það að enda bara einu marki undir á móti 3-4. Ég er alltaf að tala um það að þetta er eitt sterkasta lið. Þeir og Þór eru bara 2 sterkustu liðin í deildinni og hafa verið það í einhvern tíma núna að mæta og ég ná að skora 2 mörk sérstaklega á móti þessu liði til að byrja með er bara sinn sigur fyrir sig en við förum yfir í leik nummer 2. Rex er núna að koma boltanum fram fyrir 3-4, kemur hann fyrir frá markið og hérna kemur fyrsta skotið. PS nær að fylgja því og þeir verja allir á línunni. Dan kemur með þess að eiginlega til aðstoðar, ætlaði vissulega ekki að gera það. En skemmtilegt spil hjá Hamar hinum megin, reyna að koma boltanum bara beint á markið. En góð vörn hjá 3-4 stoppa það algjörlega. Sérinn hættulegu bolti sem hann situr í bakvegginn sinn en gengur allt upp þar sem að liðsmennina hans er tilbúinir í þetta. Bombi ekki að gera mikið en Sérinn kemur núna loksins aftur tilbaka. Rex er stoppar það, Dan móti Villa, Dan hefur mun betur og nær að halda boltanum hjá sér. PS floppar honum hérna upp fyrir næsta mann en það er enginn tilbúin í þetta. Rex kemst loksins núna niður á boltan en Hamar voða rólegir ískaldir hann í vörninni. Núna Dan kemur með skoti, bombið þarf að verja hennar ekki nær að komast fyrir að nóga fljótt. Þannig að Dan kemst ekki í tvísmellun á móti honum. Sérinn kemur honum hérna upp í loftið. Dan mætir á móti. Og lítið svona að gerast engin gríðarleg tækifæri hérna til að byrja með. En hann að spila hættulegan bolta við bakvegginn sinn. Já, ég sýnist það bara verið frekar góður vörn akkur núna að passa að enginn fær mark á sig. Sýnist það er bara alltaf svona 1 og 1 að fara áfram í sókn og svona hinu hald sér aðeins aftarlega. Algjörlega vil ég ekki vera fyrstu til að fá mark á sig og þannig kemur Dan með, já, það verður örugglega hægasta skot dagsins hérna svona rétt potar í hann. PS nær að trufla Villa nógu mikið, hann kemst ekki í boltan og Sérinn ekki tilbúinn að bjarga honum. Bara svona góður og slagur bolti beint inn í mark. Svona. Já, þú veist, Dan núna, wow, PS! Litla skotið. Fer hérna upp, nær að komast yfir, já, boltinn fyrir yfir Villa. PS fyrir undir hann og hann klárar þetta sjálfur. Rex reynar að koma að stela boltanum hana. Rex langaði að fá 1 auka mark á sig sko. Já, Rex treystir á það, það eru margir með hann fremstan í fantasy. Hann vildi bara safna nokkru stigum fyrir sína menn. Alltaf rosa mikilvægt að hafa gott fantasy lið sko. Já, ert þú með fantasy-lið? Ég Dan klárar hérna 3. marki fyrir 3-4. Ég er því miður ekki með fantasy lið. Þó ef ég væri með það, þá væri ég viss að ég væri á toppnum að okkur öllum sko. Já, þú veist, það er ekkert endilega bara spilarar og hérna kastir sem að er eitthvað ofalega og nú hérna, já, kona sem að þú þekki vel, Móði Bjarna sem að var mjög ofalega í síðustu fantasy-deild. Var hún mjög ofalega? Ég held að hún hafi verið topp 3 eða eitthvað. Já, ég get alveg vel trú á því sko. En hér kemur Hamar aftur aðeins inn. Reyna að skora sér fyrsta mark núna í þessum öðrum leik og hérna kemur það! Rex ekki tilbúinn í þetta, Sérinn nær að klemma með jörðina. Nær að koma 1 marki inn fyrir sína menn sko. Voða hægt og rólegt mark. Fáum hérna Sonic hringina. Sonic leikinir. Ég spilaði þá alveg stampa þegar ég var lítill sko. Já, þau eru að spila það meira heldur en Rocket League. Alveg 100% sko. Maður myndi segja að hann er svona mesta reynsla mín að einhverjum sem er svona boltalegur sko. Já, þú spilaðir ekkert FIFA eða eitthvað. Nei, það er bara Sonic boltinn sko.
Já, ég prófaði FIFA einu sinni eða tvisvar, það kom mér ekki rosa við. Kannski var það því ég var alltaf að keppa mot fólk sem var aðeins betur en ég í leiknum. Það spilar á móti Bjarna í Rocket League og drullu tapari, það samt gaman. Já, hvað heldur að fyrstu Rocket League upplifun mín var? Það var akkurat á mótunum Bjarna, sko. Það kannski ekki góð fyrsta upplifun að leiknum. Skil vel að af hverju þú hefur ekki haldið áfram. En hér Serill með tækifæri til að halda áfram fyrir Hamar. Er bombið að fara að klára þetta? Nei, Dan nær að verja þetta. Rexer kemur síðan boltanum áfram hinum með PS. Já, reynir að lauma boltanum hérna fram hjá varnarmönnunum. Lítið sem að gat gert. Hægur bolti frá Villa. Og Dan upp hliðarvegginn. Kemur hann fyrir fram að markið. PS að það, gerir þetta bara sjálfur. Og þarf ekki PS til að klára þetta fyrir sig. Hann ákveði bara, herðu, ég ætla bara að ná þessu marki alveg sjálfur. Ég sé að ég með hennar smá op, ég bara hendi hann inn og bara sjáum hvað gerist. Hann sem sér að hann fór fram hjá 3 bílum hana. Já. Vissulega held ég að 1 eða 2 voru liðsmenn en... Já, vissulega 1 liðsmaður og 2 andstæðingar sem hann komst fram hjá og núna er 3-4 að spila skemmtilegan bolta hérna til að byrja kick-offið. Nei! Það klúðruðu kick-offinu en halda sókninni áfram. Skemmtileg pæling hjá þeim. Fara hana upp sikkur megin við vegginn og reyna að spila hérna flugbolta. Árni pínu öryggi með sig á móti Hamar. Já, ég sá það að byrjuleiknum voru þeir svolítið mikið í vörn en strax þegar komum 1 eða 2 mörk þá voru þeir bara herðu. Við erum bara í fulla sókn og sjáum hvað gerist. Það er pínu tilfinningin á þessum leik 3-4. Það náði tökunum og ákveðu síðan bara að skella sér í sókn og leika sér aðeins með það. Pínu það sama við sáum hjá Þór. En það segir okkur bara hversu mikill munur er á þessum liðum þó að þetta sé í sömu deild. Við erum með 6 lið sem eiga að vera bestu liðin á Íslandi. Hér kemur PS og klárar 5. marki fyrir 3-4 og meðan ég er að tala um það hvað þetta lið er gott. Þá ákveða að fá sér 1 auka mark bara til að stýta í gegn hvað þeir eru góðir. Það er alveg ótrúlegt en mér minnir rétt er ekki 3-5-4 búin að vera svolítið lengi í Rocket League. Jújú, hafa verið mjög lengi. Einu sinni endað efst í riðlakeppni, aldrei unnið Íslandsmeistaratitilinn hins vegar. En þeir hafa komið nálægt í að vinna einu sinni. Já, bara Dan að koma hérna með 7. marki fyrir 3-4 meðan við spjöllum þetta. En já, þessi leikur eru svo sem búinn. Já, 6 sekundur eftir ekki voða mikið sem maður getur gert nema að taka mark á sekundu. En jú, það er 3-4 fyrstulega unnu Þórsarana í fyrri viðureign úrslitana en af því að Þór vann þá fyrst í upper bracket þá var bracket reset og Þór fekk að spila aðra viðureign á móti þeim og þar töpuðu þeir. Þannig að þeir voru eina viðureign frá því að vinna. Já, en herðu, mér sýnist að hver sem er með Dan í fantasy-líðinu sinni er mjög glaður akkurat núna, sko. Algjörlega 10 skot og 4 mörk. Það er að safna inn stigum fyrir þig ef þú ert með hann hérna fremstan í fantasy-liðinu þínu. Þegar áður við förum síðan yfir í næsta leik, en það er akkurat hinum með bombi ef þú ert með hann í vörninni. Þú ert að fá 4 vörslur hérna, það er það sem að telur mest. Þannig að þó að það sé bara 394 stig í stíðatöflunni þá er það þessar 4 vörslur sem að telja svo mikið fyrir þig. Já, svo mikið. Hvernig líst þér á Toyota-bílinn? Mér líst alveg frekar vel á hann. Ég hef alltaf verið svolítið mikill Toyota-maður. Þannig, mér er fyrsti bíll minn var einn góður Toyota Yaris og ég tók hann alveg svo sannlega í smá fjallaferð, sko. Já. Og hann kom reyndar alveg í einum hluta tilbaka. Já, þá þegar þú varst ekki að keyra keili eða eitthvað? Jú, ég var að keyra keili. Ég held að ég hafði sagt að þetta var malavegur og ég held að þetta var F-vegur þegar ég horfði aðeins aftur á þetta. Já, ég sá ekki bút af möl á þessu vel. Þetta bara mold og stóra steina. Frekar vissum að þetta sé svona vegur gerður fyrir 4x4 bíla, meira fyrir Land Cruiserinn eða eitthvað slíkt. Eitt góður Land Cruiser eða eitt raf hafði verið fín inn í þetta, sko. Já, rafinn er þetta. Leynir á sér. En hér eru við komnir í þriðja leikinn hjá 3-4 og Hamar. Spurning hvort að Hamar stíður með einhver svör eða
hvort að 3-4 ætlaði að sína okkur fleiri loftfimleika í þessum bílum. Já, alveg ótrúlega hvað þeir geta heft þetta bíluna upp í loftinu. Ég held að ég alveg... Hérna skotið í slána frá Hamar, Sérind ekki langt frá því að skora fyrsta markið í þessum leik fyrir Hamar. En 3-4 ná að svara þessu, komði síðan strax sjálfur í sókn, þriði maðurinn hérna með þetta, nei, PS og Rexir reka saman, Sérind með skoti, Hamar að komast yfir í fyrsta skipti í þessari viðureik. Þetta var bara flott mark frá Hamar, bara tók eftir að var enginn í vörn hjá 3-5-4. 3-5-4 kannski aðeins og öryggi meðsli hana og Hamar ákvað að nýta það. Já, algjörlega. Það má ekki telja þetta lið alveg úr keppni. Hamar eru ennþá virkilega flottir spilarar. Þeir unnu fyrstu deild, það ástæða af hverju þeir eru hérna. En já, 3-4 aðeins og öryggi með sig. Núna eru að spila á móti klukkunni. Hamar, já, klukkan í eitthvað liði. Dan að koma að sækja. Situr hún í slána. Rétt missir að markinu þarna. Núna Hamar ná að halda boltanum í miðjunni og Sérind kemur og potar boltanum af þeim. Willi mættur en hittir ekki boltan. Feikar það kannski bara fyrir bomba til að mæta núna. Reynir tvísmellina, hittir það ekki. Sérind þarf að bakka núna með Dan í sókn. Nær ekki að fylgja af. Dan setur þetta niður á Sérind til að klára þetta. Sjáum hérna Dan fyrir tvísmellina, setur þetta síðan niður í Sérind sjálfan. Frekar viss þetta var hvort þið á leiðinni inn, en já. En hann þurfti bara að vera aðeins viss að þetta færi alla leiðinni inn. Þeir voru nú einu stigi undir, þannig að hann var bara, ég ætla að fá þetta stig, alveg saman hvað. Þannig að Sérind núna skoðin sókn hinum megin, reynir að koma sínum mönnum aftur yfir í þessum leik. Þetta var vissulega tækifærið þeirra, nú þurfa þeir að sækja annað tækifæri. Þú býr til þín eigin tækifæri í þessu lífi, sagði einhver. Núna vilja þeir að reyna að gera það þegar PS kemur boltanum inn á miðjuna. Sérind kemur með skot, Rexir þarf að verja þetta, kemur honum hátt upp. Fer síðan sjálfur í þetta, fer í tvísmellina, sendir yfir að PS eða Dan kemur og klárar þetta. Ég veist ekki hvaða maður hjá 3-4 ætlaði að taka hann að bolta, en það var þriðji maðurinn hérna á bakið. Þeir voru svolítið allir að reyna að ná þessum bolta og síðan var Danina bara aðeins rólegur frá aftan eða frá framhjá og ákveði síðan bara herðu, þetta minn bolti núna og stökk á það. Algjörlega kláraði þetta tækifæri örugglega. Nú leikurinn aftur búinn að snúast við. 3-5-4 komnir yfir og klukkan í liði. Frekar við sem að Dan varði þennan bolta af PS. Það er alltaf skemmtilegt þegar þinn maður ver skot frá þér. Núna Rexir hátt upp fyrir PS. PS setur þetta bara beint í loftið. Leiðilegu bolti til að taka móti, en bombi nær honum, setur hann yfir á Villa sem ekki með boost. Rexir kemur og stelur þessu bolta, setur á marki, Sérind ver. Næsti bolti aftur á marki, bombi ver. Villi losar þetta síðan loksins aðeins frá Sérind, hjálpar honum. En ekki með boost. Bombi kemur hann hátt upp, en það engin með boost hjá Hamar til að koma og sækja þetta. Rexir tekur hann bara rólega niður. Dan fylgir síðan eftir. Kemur hann alla leið yfir á PS, en bombi kemst inn í sendinguna. Rexir heldur síðan þessu gangandi. Villi reynir að halda einhverju lífi í þessu. Núna tækifæri, Sérind fer í flipparan, nær ekki að gera mikið með hann. Bombi, næsti maður, ekki með boost til að fylgja þessu eftir sjálfur. Villi, þriðji maðurinn til að reyna eitthvað. Geta komið þessu bolta á markið. 3-4 einhvern veginn alltaf tilbúinir að svara nógu snemma, hann boltinn aldrei á hættulegu svæði. Dan drepur boltan hérna í horninu sínu fyrir Rexir til að taka aðeins lengra fram. Núna kemur sóknin frá 3-4 en hann missir boltan frá sér, síðan kemur hann upp. Spilar á sjálf á sig, getur að halda þessu gangandi. Bombi gerir það fyrir hann, Villi þarna en missir af boltanum og það stolið af þeim algjörlega. Dan fer með þetta alla leið og 3-4 komir í 3-1. Já, þetta búin að vera skamskemmtilegur leikur til að horfa á hérna. Hamar hefur búin að ná inn einu markið hérna inn á milli leikja. Mér sýnist alltaf eftir að Hamar nær einu markið þá 3-4 svona að byrja að spýta í hendurna og bara herðu, við erum að passa upp á þetta aftur. Þannig
mikið spilum þessu. Já, algjörlega þegar 3-4 fá marka á sig þá sjá þér að þetta er ekki gefinn leikur þar sem að PS skora síðan 4. marki fyrir 3-4. Rex er með góða sendingu hérna úr horninu. Sér ekki alveg nóg fljótt fyrir átt að sjá því. Villi, já, ekki nógu nálægt þessu, gat ekkert gert. Rétt tæp mínúta eftir, þetta lítur ekki vel út fyrir Hamarsmenn. Nei, maður veit aldrei hvað gerist. Þetta eru, tæpar 40 sekundir eftir núna. Þannig ef þeir eru bara á þessu gæti þeir náðarlega nokkrum mörgum inn. En mér finnst að 3-4 eru bara sterkir í vörn akkurat núna. Passaði enginn boltar, komast alveg á markið. Þegar þú segir það, þá kemur einn bolti á markið. Ég var akkast bara að segja það, ég sá þetta og bara þetta var hrikalega vel tímasetning hjá mér. Það er þetta klassíska lísvita bölvun eins og við köllum þetta. Strax og við segjum að það sé ekkert gangi eða fólk er ekki að ná skoti, þá kemur það akkurat beint eftir á. En 10 sekundur eftir, Dan er að fljúa þetta alla leið og fær bara hjálp frá Bomba. Og þeir bara fá annað mark þarna. Ég vil eiginlega sunna að kalla Ostaköku og Bomba þarna. Það var öll á leiðinu inn en Villi gat kannski bjarga þessu. Bombi kláraði þetta fyrir Hamar. Skellum inn á Ostaköku og Bombi ætlar að svara fyrir sig hér. Komið með síðasta markið, PS verða á línunni og boltinn ætti að detta í jörðina hér. 3-4, 5-1. Klára þessa viðureign 3-0. Frekar örugglega hér og já, spáin mín sönn aftur. Ég er frekar vissum að flestir heimar voru að spá einhverju svipuðu en já, það er ekki ólíklegt að flestir heimar voru að spá einhverju svipu alveg þér en mér langar alltaf að halda að einhver getur fengið þetta auka stig. Af því það væri skemmtilegt að fá eitthvað leik í dag sem væri, þú veist, mjög nálagt, endar þetta komið í 2-2 og þeir eru bara alveg á því að fara að fá. Já, ef það er einhver leikur eins og ég talaði hérna í byrjun dags, þá er það síðasti leikurinn okkar í dag sem er Dusty Oman. Við höfum vissulega eftir að sjá hann, þannig að vonandi fái ennþá meira svona almennilega spennandi viðureign. Við höfum eiginlega ekkert fengið neina spennandi viðureign hingað til. Það er engin viðureign 3-0 og já, Dusty Oman, við ætlum að treysta á ykkur þegar við komum hér aftur og eftir. Við ætlum að fá að hoppa í stuttar auglýsingar áður við hendum okkur síðan yfir í þessa síðustu viðureign, þannig að ekki fara langt. Býtur ekki á? Nei, ekkert. Fiskunum leiðist sjálfsagt jafn mikið mér. Ég held þú þurfir Red Bull. Orkudrykkin. Ég þarf ekki Red Bull til að veiða. Ekki fyrir þig, fyrir þá. Fyrir fiskan. Býtu, fylgstu með. Red Bull veitir vængi. Ekki slæmt en ekki svo gott heldur.
var klálega tilbúin í þetta, ég var klálega að fylgjast með klukkunni en velkomin aftur í GR verkdeildina. Við erum að fara hérna í síðustu viðrögninu okkar í dag, það er Dusty gegn Oman en þessi síðustu viðrögn, ekki mikið hægt að segja um það en hvernig fannst þér, Gabriel? Þessi síðustu viðrögn, mér fannst hún frekar skemmtileg sko. Náttúrulega, þú veist, ég kíki inn af og til á strími sem kíki stundum yfir á Rocket League Ísland strímið og mest sem ég skil það bara boltar fljúandi alls staðar. Sjaldan verið í þessari stöðu að vera að lýsa þessu. Já, ég veit ekki hvort þú hefur einhvern tíðan verið að lýsa þessu. Ég hef örgulega fengið með að lýsa Counter-Strike einhvern tíðan þegar við vorum með framhaldsskólamótið. Já, fekkst mér akkurat með þá sko. Þetta er fyrst skipti mitt að lýsa einhverju svona aðeins meira official sko. Já, þetta er bara skemmtilegt að vera hér að prófa þetta stúdíó, þú ert nú stúdíómaður en við ætlum bara að ganga fljótt í þetta, fáum bara fyrsta liðið hérna upp, ég veit ekki hvort það sé Dusty hérna Dusty, það er Úsik, Smári 28, Dansku og Vatima á bekknum. Vatima þekktur Dusty maður, komin yfir á bekkin, gamli kallinn loksins búinn að segja það gott eða eitthvað. Og Smári 28, nýr ungur strákur sem að byrjaði með Stjörnunni hér síðasta tímabil, komin yfir í Dusty, standa sig ágætlega en þeir eru eftir að finna fleiri sigra hér. Spurning hvort að annars sigurinn kemur hér í dag en við hoppum síðan yfir í næsta lið. Oman, það er Busy, Omo, Vano og Simmi Valur. Omo hefur alltaf verið í þessu Oman liði. Það er einhvern veginn, þessi nöfn tengjast alltaf. Þeir fara ekkert frá hvor öðru. Ef Oman liðið er í GR-verkdeildinni þá er Omo að spila fyrir það lið. Já, ég held að það væri skrítið ef Omo verið ekki að spila fyrir Oman. Þetta er eiginlega bara nafnið hans. Já, þannig ég held að þetta er bara fullkomið kombo. Omo og Oman. Já, síðan er Vano og Dansku, alltaf góði félagar, spila mikið og bara svona topp spilarar og í þessum báðum liðum, báður útlendingarnir en ég hef samt fulla trú á að Dusty muni taka þetta hér í dag. Ég ætla að fá að spá 3-1 hér fyrir Dusty gegn Oman. Ég ætla að gefa Oman 1 sigri. Mér langar að trúa að ég mun hafa rétt fyrir mér í dag og ég ætla að segja Oman vinnur í dag en samt 3-2 sko. 3-2 fyrir Oman. Jæja, þið heima megið giska líka, það er millumerki D-Usulni fyrir Dusty eða millumerki Oman fyrir Oman og við sjáum til hvað fólki heima segir við þessu en það, 50-50 aftur eins og áðan, það er þá bara mjög líklegt. Það er spáið þessu fengur líka fyrir fyrstu viðreign áður en að það var bara gefið leikinn. Ok, allt er læg. Dusty aðeins að fá sína menn til að mæta í tjattið, spurning hvort það eru fleiri Dusty menn í tjattinu sem að mæta eða kannski er einhverju Oman að fylgjast með. Það verður skemmtilegt að fá aðeins fleiri Oman, komast aftur upp í það er bara hendi í gang því að ég held að leikmenninni séu tilbúnir þannig að við förum bara að henda okkur beint yfir í leikinn. Drífum okkur bara í þetta þannig að fólk geti verið að fylgjast með leiknum í staðin fyrir okkur að spjalla eitthvað bull. Já. Fyrir mig í yndislega Toyota bíl. Toyota Racing litunum. Já, alltaf skampið skemmtilega sko. Förum við í leikinn, staðan vissulega 0-0, ekki spáði því og við erum eftir að endurstyrkja klukkuna, það kemur allt inn að skams en það er Dusty sem að raða sér upp hér, Dansku, Úsik og Smári og Busy, Vano og Omo hinum megin en það er Smári sem að byrja leikinn hratt og örugglega hér fyrir Dusty, kemur þeim 1-0 upp. Sjáum við Dansku flippa boltanum upp fyrir Smára sem að, einfalt mark. Engin fyrir honum þarna. Já, ég held að ég mun trúa þér innan Breimanna. Þetta verður skemmtilegasta viðrögn í dag. Ég vona það. Skemmtilegt að fá eitthvað sem verður bara alveg rosa nálagt. Þannig ég vona komið svo Oman. 1 mark fyrir mig. Þannig ég
spáminn sér rétt. Já, hérna sækja allan á markið en Smári reynir að lauma sér burt. Vano kemst inn í þetta en er ekki með boost. Nær samt að koma boltanum undir næsta mann. Dansku tekur mótunum, nær að flippa yfir einn og heldur áfram hérna á veggnum. Tekur þetta 360 í leiðinni. Það þið bara búin að breyta sér í veggjaspil. Já, klálega allan að leika sér eins og Beyblade á veggnum. Já, sannlega. Dansku tekur sér hann á móti boltanum. Vano nær að koma alla leiðina út í hot. Smári yfir á Úsik sem er ekki með boost. Það reynir að spila niður á Dansku sem að fær boost við hana. Vano réttar bara hann út í hotni en Bissi er eiginlega bara fyrir honum. Virkilega vel gert hjá Ómar. Þetta er mikilvæg snerting. Getur Bissi klárað þetta hér? Er hann með tækifæri? Situr þetta í top bins og nær að klára þetta. Og núna er þetta góðið jafntefli þannig. Þetta lítur út fyrir að mjög skemmtileg viðureign núna í dag. Og ég er bara vonandi að heldur áfram svona. Mark fyrir mark. Vano og Smári fóru nú bara næst í Rule 1. Ég held að Vano var bara að neyða Smára í Rule 1 til að geta ekki farið. En já, það er ekki margir sem að hlusta á það í þessari deild því miður. Og það væri gaman að sjá eitt Rule 1 hérna á vellinum. Ég veit ekki hvort þú veist hvað það er en Ég veit það vissulega ekki alveg hvað það Rule 1 er en ég hugsa að það sé einhver framtíð mikilvæg regla. já, það er það ef þú lendir á móti öðrum bíl saman, þannig að þeir eru að keyra bara beint á konanann og þeir eru bara fastir svoleiðis, þá eru þeir bara fastir svoleiðis. Þeir eru bara að halda þeirri stöðu. Megi ekki brjóta það. Ekkert nema einhver annar brýti það. En hér er Ómar að skjóta og skora fyrir Ómar og koma þeim yfir hér í leik númer 1. Sjáum hvað gerist hér. Ómar sprengir Smára upp. Smári greiði fær ekkert tækifæri til að vera í vörn. Það er annað bara börnbáðunum með að sprengt hann. Þetta var gullfælt fyrir Ómar. Fór, náði sér smá búst, grannstæðinni í kring og fór síðan á boltan. Virkilega Úsik núna með tækifæri, er með boltan og allt búst í heiminum til að nýta vængina hérna yfir allan völlin. Gerir það ágætlega. Dansku næsti maður næri einhvern veginn laumanum hann fram hjá Ómar, þarf að verja hennan til liðar. Næsti bolti aftur fyrir frá markið. Úsik með hættulega settingu. Dansku með annað skot. Varið að Vano á línunni. Næsti maður Úsik situr þetta í hliðarveggi. Smári reyna að klára þetta en það er bara klessa þarna í línunni. Ómar nær síðan loksins að losa þetta aðeins en Dansku kemur með annað skot. Úsik fyrir touchið, er eitthvað með þetta. Bissi fyrir bakveginn. Smári kemur með skotið til hliðar og Dusty jafnar leikinn 2-2 þegar, já, einungis hálfleikur er kominn. Já, þetta lítur út fyrir að vera, ég verði eiginlega bara að vona, komum svo, Ómar, skora aðeins fleiri mörk, gott fyrir mig. Engilega, frekar veist ég sé með einhvern Dusty mann inn á í fantasy hjá mér, þannig að fínt ef að þeim gengur ágætlega, en sjáum hérna Dansku fyrir tvísmelluna, situr í slána, hreinlega í samskeytin og út. Úsik reynir að fylgja því eftir en nær því ekki. Vano kemur þessu upp. Smári mistir á hann með Úsik örugglega með þetta. Vano reynir að stoppa hann síðan bara strax. Smári situr það hátt upp, er ekki með boost en kemst samt í þetta. Dansku heldur þessu gangandi, situr fyrir frá markið, fer síðan sjálfur, missir á boltanum. Vano með allt boost í heiminum. Komum að þurfa að nota það nú. Eða allt strax, fær ekki að komast með boltan neitt. Dansku núna upp í hornið, getur hann komið þessu fyrir frá markið, gerir það á Bissi bara og Bissi þarf að taka mót honum. Vano núna loksins kemst hann í boltan, þeir fljúa hana saman Úsik og Vano. Fallegt ballett bara hann í loftinu. Já, þegar ákveða að taka smá dans í loftinu, þá er þetta skemmtir en leik. Núna er jafnandi og þarna kemur mark fyrir Ómar, skorar á Dusty. Þetta er það sem er skemmtilegt að sjá. Úsik ekki alveg tilbúinn í þetta. Smári aðeins og lengi að koma sér til, já, í stöðu og núna Ómar komnir 3-2 upp. Þegar 1 mínúta og 20 sekúndur eru eftir, getur Dusty komið sér aftur inn í þennan leik eða eru Ómar að fara að skríða með þetta áfram svona. Smári tekur á móti boltanum með fullt af bústi, fer upp á hliðarvegginn. Það sé hann spila niður, fer í skoppið, getur nýtt þetta eitthvað meira. Dansku núna næsti maður kemur þessu á markið og klárar þetta bara sjálfur. Þetta er bara komið aftur í jafntefla núna þegar að sjá hver nær næsta marki og
og hvort þeir ná að halda því. Eða hvort þetta fer í yfirtíma. Yfirtími í þessu? Já, það framlenging, gullna markið eins og köllum það sem að við spilum bara þá til að annað liði skorar sama þóttu við þurfum að vera hérna í auka hálftíma fyrir það. En það 1 mínúta eftir að venjulegum leiktíma þegar Úsvík nær að stela boltanum hérna frammi. Smári kemst í þetta dansku og fylgir því síðan eftir, en það enginn þriði maður hérna til að komast í þetta. Núna Úsvík fer á móti Ómó hérna, óhefnilegt gott 50 og Ómó dansku nær ekki að koma sér lengra fram. Bissi gerir mjög vel, Vano heldur þessu síðan frammi fyrir sína menn. Ómó að koma í þetta, dansku fer í 50 og nær að vinna það. Kemur honum síðan hægt að róla upp, með boost, nær að fylgja þessu eftir upp í hornið. Að með snertinguna gerir það, kemur honum fyrir fram markið, en það rétt svo potað í burtu af Vano. Smári nær ekki góðu touchi þarna og Vano skorar af þessu. Smári 10 þetta upp fyrir Vano og hann mæti með dræfirinn. Þetta var bara yfir helmingana völlunum, beint inn í mark, enginn í vörn. Núna bara spurningin nær Ómon að halda 4 stigum eða 1 stigi yfir næstu 18 sekundunar eða mun Dusty skora. Dusty 15 sekundur sem þeir hafa til stefni hér. Dansku fer með boltan út í horn. Vano nær að losa þetta frekar langt út, en það Úsvík í loftinu sem að tekur á móti. Hann kemur aftur í þetta, kemst fram hjá Bissi. Ómon þarf að taka vel á móti, gerir það, kemur hann niður í jörðina eða hvað? Nei, og það Dansku sem að gerir það, sýndist mér. Ómon tekur fyrsta leikinn. Þetta að líta vel út fyrir mína spá eins og en við skulum sjá hvað gerist inn í næstu leikjum. Já, það klálega sjáum, voru engar vörslur hjá Dusty? Það var bara enginn í vörn. Það voru 4 skot hjá Ómon á markið og þau fóru öll inn. Já, herði, Dusty, þið þurfum kannski að kíkja hvort þið vilja hafa eitthvað í marki hjá okkur. Þetta svolítið. Við sáum reynda Smári náttúrulega fyrstu 2 mörkin sem Ómon skorar. Þá var Smári annarkvort bömpaður eða sprengtur. Síðasta markið, þá var Smári bara að taka boltan svona, taka móti boltanum. Já. Og lenti bara í vandræðilegri stöðu. Hann var nú bara negli boltanum yfir allan völlinn. Og bara... Ég man ekki hvernig 3. markið hjá Ómon var, en þetta var einhvern veginn alltaf þannig að ef að Ómon ætlaði að skjóta, þá voru þið bara 100% á því að þetta væri að fara inn. Ég held að þetta voru, 3 mörk frá Ómon frá sínum leikhelming. Kannski ekki alveg. Nei. Já, kannski... 1, það var minnstu 1, mögulega 2. Ég held að Dusty gerði að svipa einu sinni líka, eða 2 skuti frá sínum helming. Já, við sjáum það hvað verður hér í leik nr. 2, Dusty Ómon. Þetta vissulega mest spennandi leikurinn eins og við vorum að búast við hér. Það sem að, 4-3 engar vörslur hjá Dusty. Ég vona fólk sé ekki með þá í vörn í fantasy-deildinni. Það sem að, þeir telja ekki mörg stig þar hér í dag. Dansku tekur á móti boltanum hér á bakvegnum, getur hann farið eitthvað langt með hann. Kemur honum hérna út á hliðarvegginn. Nær að spila sig pínu langt upp, en missi síðan boltan frá sér. Vel spila hjá Ómon þó að þið þurftu að nota 3 í það. Smári stoppar alla sókn hér, en þarna mistir einhver af boltanum. Það Úsvík. Dansku kemur hann samt áfram yfir á Úsvík, en síðan boltan nelt aftur tilbaka. Smári fyrir hérna upp í loftið, mætt af Vano. Núna Dansku rólur, kemur sér undir Bissi. Ískaldur í loftinu, hvað getur hann gert? Hann reynir að spila yfir að Smára. Ómon kemst inn í þetta, fer í 50 og vinnur það glæsilega. Dansku nær að losa boltan af Vano áður en það verður eitthvað meira af þessu. Þannig að sjáum hvað getur gerst hér. Úsvík með boltan, kemur með skoti. Smári reynar að klára þetta, en það varið. Þeir fá báðir skot samkvæmt leiknum, en Bissi vörsluna í bæði skipti. Ómó kemst inn í þennan bolta. Úsvík upp til hliðar. Vano kemst í þetta fyrst, getur hann spilað eitthvað út úr þessu. Smári stoppar það strax, en Bissi næsti maður. Vano tilbúinn að taka móti þessu bolta? Nei, Úsvík gerir allt of vel fyrir hann. Þannig að hann kemst alla leiðina sjálfur í sókn, en Bissi tekur rólega á móti þessu hinum megin. Ekkert búst í þessu horni, það var verið að taka það, þannig að Bissi það bara koma boltanum frá sér. Úsvík spilar yfir á Dansku sem kemur með fast skot. Vano verð það. Ómó situr hann á línunni,
pínu spurning hvort að hann vil ekki fara að hreyfa sig, hann kemur það smá hreyfing hjá Ómó til að búa til tækifæri fyrir Ómon. Mátti ekki vera fastur í einni stöðu í Rocket League, það algjörlega drepur allt momentum fyrir liðið þitt. Dansku núna upp í loftið, hvað getur hann gert með þetta? Hann kemur sér alla leiðina út í horn. Smári með skoti í bakveginu, Úsík reynar að klára þetta en það er varið að Bissi og Dansku kemur og klárar þetta fyrir Dusty og kemur þeim upp 1-0 í leik nr. 2. Já, við sýnist í leik nr. 2 eru búin að vera svolítið mikið meiri í verðinni þó þetta er vissulega bara svona fram og tilbaka milli leikhelminga. En liðin eru búin að standa sig vel en Dusty náði komið einu stigan inn á hálfleik. Algjörlega Óman þurfa núna að finna þessi mörk sem þeir fundið áðan. Voru komnir með mjög góða formúlu, það er bara að trufla Smára í vörninni og skjóta. Hér er Smári komið með boltan á miðjuna. Núna boltinn hátt upp í lofti, Vano fer fljótt í hann en Dansko mætir. Þeir lesa kon annað svo vel að það er erfitt að mæta en Ómó núna kemur boltanum aðeins lengra áfram. Er einhver maður í þetta? Nei, Smári setur þetta upp fyrir Dansku, kemst fram hjá Vano og getur Úsík klárað þetta hér að gera það. Dusty að koma sér upp í 2-0 á móti Ómon. Já, Dusty ákveða klárlega að þeir voru ekki rosa sáttir við að tapa seinustu viðureign og þeir eru að svolítið bara reyna að koma inn smörgum mörkum inn og þeir geta. Algjörlega 2 mínútur til stefnu fyrir Ómon og hér er tækifæri og Vano fer bara beint úr kick-offinu en Úsík kemst í þetta og nær að spila áfram yfir að Dansku eða hvað Bissi og Vano komast inn í þetta og halda boltanum í sókn. Smári góð snerting til að koma hann hérna alla leiðina yfir en það gefur Bissi smá tíma á boltanum. Það er stoppað strax af Dusty-mönnum. Dansku núna komin upp í hitt hornið og þeir eru fyrir fram að markið að þetta fer út einhvern veginn. Sá ekki hvað gerðist þannig nákvæmlega en Vano enda með boltan. Ómó núna komin fram. Úsík og Dansku hoppi í þetta en það er allir lagi þar sem að þeir fá bústið og boltan. Það stoppað strax alla sókn í loftinu. Dansku og Bissi blenda hana saman. Vano komin upp, getur hann búið til eitthvað skemmtilegt en að fer hann í loftfimleikana? Nei, Dansku tekur þetta af honum, Bissi fer núna upp en setur þetta bara upp fyrir Úsík sem að er mjög skemmtileg í loftinu. Smári reynar að komast inn í þetta og já, það er alltaf deyja í hérna í tækifæri. Ómó með 0 boost, getur hann sett þetta á markið, fer í bakvegginn og Vano kemur og klárar þetta fyrir mannin. Vel spila hjá Ómon, sáu tækifæri Ómó ekki með neitt boost, vissi að hann gæti átt erfiðleika með skotið en Vano kallar í hann, segir hei, sett þetta í bakvegginn, ég skal koma að klára þetta fyrir þið elskan. Og Ómon búinn að skora 1 mark, koma sér á töfluna hér í leik nr. 2. Já, þetta var skemmtilegt mark, skemmtilegt áhört að sjá hvað fólk í gegnum þetta er oft með lítið boost. Yfirleitt liðin sem er í vörn er oftast að klára boostið sitt, finnst mér. Já, voða lítið búst til spilar en hérna er skot og Smári með vörsluna. Við getum allavega tryggt það að Dusty eru með vörslu í þessum leik. Hér kemur skot frá Bissi og Úsík nær að verja það. Mun fleiri skot í boði og hérna kemur annað skot. Vissulega ekki talið á leiknum höfum skotin. Úsík núna hinum megin getur þú sett í bakveginn, gerir það en nær ekki tvísmellunni. Dansku fyrir upp í lofti, grípur boltan á miðju vellinu. Og Smári heldur síðan boltanum gangandi yfir í hornið. Úsík þriði maður kemur með skotið sem er varið en það er varið inn. Og 9 sekúndur til stefnu, Dusty komið 2 mörk upp. Sem það Vano situr á boltanum hana en nær ekki að koma honum út. Nóg af sprengingum hér til að byrja með en það er kannski akkurat það sem Ómon þarf. 3 sekúndur eftir en já, Ómó náði ekki að klára þetta þannig að þessi leikur er búinn. Það er spurning hvenær þessi bolti lendir annað hvort í markinu eða niður á jörðinni. Úsík spilar þetta yfir á Bissi sem hann setur þetta bara niður og staðan 1-1 núna í viðureigninni. Dusty vinna þennan leik 3-1 og við erum að fá frábæra viðureign frá þessum liðum. Já, þannig kom inn skamvi marga vörslur frá Dusty og Ómon. Báðir með 4 vörslur, síns mér.
Úsík að safna inn stigum hérna, 2 mörk, 1 stóðsending, 3 vörslur, 5 skot. Meira sem með 2 tortímingar, það vissulega gefið þér ekki stig, en hann var duglegur á vellinum í þessum leik. Dansku mjög aggressífur, 3 tortímingar. Sjáum það bæði lið að nýta sér þær ágætlega. 1, 2 og 1 hérna á Oman liðið. Smári einu á vellinum sem ákvaða tortíma ekki neitt. Hann var vissulega tortímdur sjálfur. Já. Flottur Toyota bíl hana. Já, mér finnst skemmtilegt að við fáum hann alltaf hérna inn á milli núna. Það er smá breyting, fengum alltaf flyover. Ég reyndar, flyover var skemmtilegt. Sjá svona mappið og hvað var í kringum það. Já. En já, Toyota bílinn, þetta er algjör lúxusbíl sem við fáum að sjá hér. Í líka þessum klassíska bíl sem langt flestir spiluðu þegar leikur kom út. En hér er snöggt kick-off, Smári næstur búinn að skora beint úr kick-offið. Dansku kemur og klárar þetta! Bara markinu við fyrstu 6 sekúndurnar af leiknum. Ég held að þetta verður skemmtilegur leikur til að horfa á. Ómó ætlaði að reyna að komast inn en Dansku lokar á hann. Og já, Hann segir bara, herðu kallinn minn, þetta er minn bolti og hann er að fara í markið, ekkert sem þú getur gert í því. þetta var bara tær blokkering, fær beint mark úr því. Fallega gert hjá Dansku, þessu flottir í loftinu þessi drengur. Nú sjáum við Úsík fara upp í loftið með boltan og ein tortíming mæta völlin og móti einhver inn út. Dansku upp í loftinu, sínst það meira að taka Smára út. Það er greinilega bara stefna á Óman, það er að tortíma Smára. Já, það hefur sýnt sig þegar Smári er ekki í vörninni þá er mark, þannig það er ætla að sé búið að skráa upp inn í liðinu bara alltaf þegar sjá Smára bara fara og fá þessa tortímingu. Já, það er kannski gróður leikur að vera alltaf að setja sama mannin að reyna að taka greið út. En við erum komnir í mínútu og lítið búið að gerast eftir þetta mark. En hérna eru Óman að sækja, Vano getur komið þessu fyrir frá marki, gerir það að Smári fær vörsluna þarna fyrir þetta. Og ég síðan tortím. Mætti að halda þessi bara mark á honum og bara segja, ef þið sjáum hann, sko. Já, það er klálega þannig. Dansku tekur loksins einhvern tilbaka fyrir Smára. Og hérna er Smári að taka sína tortímingu. Mikilvægt að hann fái að vera með í þessum leik. Þetta er leikur tortímingana, spurning hver vinnur það. En já, hún er Dusty komnir í sótt. Smári getur spila boltanum fyrir fram að marki, gerir það en Óman tekur á móti. Úsík spilar niður á Dansku í róleitur nær góðu 50. Smári missir á boltanum, þetta er galopið mark. Getur Ómó komið að klára þetta fyrir bakvegginn, hann situr þetta inn. Situr þetta fyrst í slanna yfir að sjálfa sig. Ómó skorar fyrir Óman, hann var ekki alveg státtur að þeir voru ekki með að fá neitt stig. Hann ákveða bara, þegar markið er galopið, að bara stenda inn boltan. Já, þetta var bara stór mistök hjá Dusty, voru allt of framalega og Úsík ekki með púst til að koma sér í vörnina. Þannig að Óman nýta öll þau tækifæri. Dansku er að losa hennar bolta aðeins en Ómó er með gott skot. Úsík nær að verja þá línunni. Getur Smári komast í það? Nei, Vano kemst fyrir hennar bolta. Þetta hefði getað verið skemmtileg snerting hjá Smára. Þannig enn tortímingin strákar ef ekki aðeins að róa okkur á þessu. Ég held að þetta sé bara smá klessbílaleikur akkur núna, sko. Já, þetta lítur eiginlega meira út fyrir að vera klessibílar heldur en einhverju rocketbílar. Dansku núna með tækifæri, getur hann spila þetta yfir á miðjana, gerir það. Er Smári tilbúinn? Nei, það er varnarmaður Ómó sem að tekur á mótunum. Smári flýgur núna í þennan, spilar hann út á Dansku og hann er hinum einn á vellinum að sækja sér búst. Ekki alveg tilbúinn að taka á móti þessu bolta. Vano leggur rólega af stað í sóknina, Bissi bakþiðan, Úsík spilar hérna yfir á miðju. Þetta er stórhættulegu bolti þar sem Ómó var tilbúinn í þennan. Dansku kemur hann síðan hátt upp. Vano þarf að taka þetta til hliðar fyrir Ómó. Hann setur þetta aftur niður á Bissi. Bissi á skotið en ekki á markið, en heldur síðan sókninni gangandi. Vano með allt búst í heiminum, getur hann nýtt það hér, fer beint á markið. Dansku stoppar hann rétt svo Ómó ekki langt frá því að komast í seinna skotið. En Úsík núna að spila boltanum fram.
Dansku ætlaði að reyna að trufla varnarmönnum þarna en kemst ekki í það. Vano sprengir einn mann upp. Það var Usyk sem var sprengt upp í þetta skipti. Smári núna með boltan, fer í flipparann en nær ekki að búa til neitt meira úr þessu. 1,5 mínúta eftir til stefnu og þeir eru lítið í gangi núna. Bæði lið 1-1. Smári fer bara beint í varnarmanninn hann að bjóst við að það kæmi eitthvað skot frá liðinu sínu en Dansku misti eiginlega af þessu boltan áðan. Smári að spila stórhættulegan leik framhjá sínu eigin marki en Dansku spilar núna hátt upp. Bissi kemst inn í þetta 1 mínúta eftir. Usyk niður á Smára er með skotið að gera það en Vano verið á línunni. Fyrsta svona almennilega skotið þau eru búin að sjá í einhvern tíma. Dansku núna næsti maður til að reyna en Vano og Dansku næstu búin að lenda hann í rúlunum. Núna Usyk í loftinu heldur boltanum alveg við sig. Það að trufla næsta mann sem að fer í þetta. Vano vissulega gerir það. Smári fer núna hinum meginn í hann og Vano kemur yfir á Bissi en er Usyk með skotið? Nei, situr hann hátt upp í hornið. 20 sekúndur eftir. Er annar liðið með tækifæri hérna. Kemur smá tækifæri fyrir Óman. Vano er með boltan á hliðarveginum. Smári kemst inn í þetta. Bissi tekur á móti. Usyk upp í loftið. Yfir á Smára. Smári hátt upp. Dansku kemst í skotið. Það er varið á línunni. Er Usyk með skotið hérna til að klára þetta. Yfir á Dansku. Og þeir skora á síðustu sekúndinni. Dusty er að ná að skora hér. Koma sér í 2-1 þegar sekúnda er eftir. Þetta er alveg ótrúlegt. Ekkert gerist síðan en smástund, stanslaus vörn fram og tilbaka og síðan bara á seinustu sekúndunni fær Dusty markið. Teknilega sé hægt að skora annað mark hér. Getur Óman skorað eitt til að klára þetta. Er halda boltanum hérna á lífi. Vano er með boltan, hérna fer hann alveg yfir. Er Óman með þetta? Nei. Missir af honum og Dusty koma sér í 2-1 í þessari viðureign með 2-1 sigri í leik númer 3. Dansku maður leiksins hér 2 mörk, 2 vörslur, 3 skot, 2 tortímingar. Þetta voru ekkert mikið fleiri tortímingar heldur en í síðasta leik en maður leiði einhvern veginn hana til að byrja með. Þá voru allir í tortímingunum. Ég held að það var svolítið af því þeir voru svona tortíma sama gæi aftur og aftur. Eða er það þannig? Hver sér ég það? Nei, það skiptir ekki máli. Þú sér bara hversu oft þeir tortími einhvern. Já. Þannig að það er 2 á Dansku, 1 Smári, Bissi 2, Vano 1 og Óma 1. Já. Sér klálega að Óman er svolítið meira fyrir það tortíma óvinnunum. Já, þeir voru vissulega jafnir áðan held ég í tortímingum af því að Dusty voru með svo marga á 2 en það var alveg reyndar hana í leik nr. 2 þá var náttúrulega síðasta kick-offið endaði náttúrulega bara á 4 tortímingum eða eitthvað. Það var alveg ótrúlega, það er alveg að fór bara allir að ná boltanum og fór bara á hvern annan þegar boltin fór frá og bara búm. Já, það var bara ein stór sprengja sem við fengum þar en núna er mögulega síðasti leikurinn að byrja. Við erum komin á matchpoint fyrir Dusty. Ef þau klára þetta þá klára viðureignina. Óman þurfa að vinna 2 í röð til að geta unnið þessa viðureign. Bæði liðið búin að spila frábæra leiki hingað til, þannig að ég býst við góðum leik hér í viðbót. Smári með tækifæri í kimrónum. Vel varið hjá Ómo. Nær að losa þennan bolta. Bissi núna upp í hornið. Kimrónum langt tilbaka. Smári mætir með þessu bolta. Býður bara rólegur eftir honum. Dansku Kimrónum síðan aftur yfir á Smára sem að setur þetta á bakvegginn. Er næsti maður í þetta. Usyk fer í þetta. Dansku upp í loftinu. Nær hann að klára þetta. Hann er ennþá með boltan. Hann er ennþá með stjórn. Hann nær flippinu. Bissi nær að berja þetta á línunni. Ég veit ekki hvað gerðist þarna. En Smári er núna með tækifæri. Usyk fer fyrir hann. Dansku. Getur hann klárað þetta fyrir þá? Nei, Bissi kemst í þetta á línunni. Og já, 3 eða fleiri skot hér frá Dusty á fyrstu mínútunni og ekkert fyrir inn.
Bissi með gott hönd, en það fer ekki á markið, þetta hefur verið mjög skemmtilegt mark. Vano setur boltan fyrir frá markið, Danskú kemst inn í þetta. Úsik núna með boltan hinum megin á vellinum. Nær ekki að gera neitt meðan Vano heldur síðan áfram og nær flippar hann Úsik þarf að verja á línunni. Potar síðan boltanum aðeins áfram en Ómó lyftir boltanum upp hér fyrir Bissi. Úsik í klemmuna við vegginn, kemur boltanum hreinlega fyrir fram á markið, Danskú var tilbúinn í þetta þvílíkt spil. Hérna kemur boltinn aftur fyrir fram á markið, Bissi missir af honum en það enginn til að klára þetta hjá Dusty. Úsik reynir að komast í boltan, Smári missir af boltanum líka, Danskú fer í 50 og nær að vinna það. Tekur boltan af höndunum Ómons og Danskú kemst í þetta, Smári lyftir þetta upp fyrir Danskú en Vano kemst á undan. Já, mér sýnist að bæði liðinu svolítið sterkir sóknir akkur núna, allir að skora fyrir annan. Þetta er væntanlega matchpoint fyrir Dusty og ef Ómon er ekki að skora hérna þá eru þeir bara Bissi var svo stutt frá því að skora á fyrsta marki, hann setti þetta aftur í bakvöngin í staðinn fyrir að bara smetla honum inn, náði ekki að stýra honum. En núna er Danskú með skot hinum megin, Vano verið á línunni. Fram og tilbaka fyrir þetta vissulega. En Úsik núna með skot og það er opið mark. Loksins kemur það, við verðum rúmlega hálfan leikinn í þetta. Og vá, ég langar eiginlega að sjá þetta aftur af því að Bissi og Vano lenda þarna saman. Sem að endar á því að þeir missa boltan frá sér. Mistök í vörninni, leiður að marki, Dusty. En nóg tími til stefnu fyrir Ómon til að komast í þennan leik. Smári setur þetta á marki, Úsik næsti maður til að reyna, Danskú þú ert þriðji maðurinn, þú ert einhvern veginn ekki tilbúinn í þetta samt og missir algjörlega af honum. Vano núna alveg hinum megin en Úsik tekur vel á móti á bakveggnum. Smári fer upp í lofti, setur skotið á markið, Ómó verða til hliðar, Bissi tekur á móti en Danskú ætlar að tróða honum inn en getur það ekki. Smári og Úsik tilbúinir í þetta. Smári kemur honum langt fram. Getur Úsik sett þetta á markið? Nei, nær því ekki. Smári yfir á Danskú. Danskú ætlar að klára þetta sjálfur. Nei, Vano kemst í þetta. Og Dusty eru mun líklegri í þessum leik. En hér eru Ómon að sækja. Vá, þessi klemma endar alveg hinum megin á vellinum. 1,5 mínútur til stefnu. Og eins og ég segi, Dusty mun líklegri að bæta í frekar en að Ómon að jafna. En það getur verið svo fljótt að breytast. Smári bömpaði hérna lengst burt. Bissi setur hann upp á Vano og getur hann gert eitthvað með það? Nei, þessi er algjörlega af honum. Bissi, þú hefur engan rétt að reyna að fara upp í þetta. Danskú kemur með hann alla leiðina yfir. Og núna er tækifæri, Smári fyrir skoti, Vano nær að verða strax. En Úsik með skotið í slána. Og boltinn er svo hátt uppi, Smári fer upp í þetta en nær ekki að taka á móti honum. Ómó nær að losa boltan aðeins til hliðar, Danskú kemur með annað skot og það er varið af línunni. Ómó nær að koma þessu bolta aðeins lengra út núna. Og Ómó, já, rétt lifa af en aðra sóknina hjá Dusty. Núna kemur aftur Danskú fram yfir á Smára. Smári upp í loftið, kemur boltanum yfir á miðjuna. Úsik setur þetta aftur á markið, mjög hægt skot, Vano ver. Bissi tilbúinn að taka þetta fram en Danskú tekur vel á móti. Þeir fara tveir í þetta og skilja Ómó einan eftir en Vano kemur síðan aftur til bjargar. Þeir með boltan 15 sekúndur til stefnu, geta þeir komist tilbaka, eru þeir með þetta eða er Smári og Danskú að fara að klára þetta hér. Það átti að vera klemma held ég hjá þeim, gekk ekki. 5 sekúndur eftir, er þetta búið hér, Úsik setur boltan á markið en það dör ekki til. Danskú með boltan í loftinu, getur hann komið honum niður í jörðina, gerir það og Dusty vinnur síðasta leikin 1-0 og klára þannig seríuna 3-1. Já, þetta var skemmtilegu leikur, myndi ég segja. Það var oft mjög skemmtilegt, reyndar ekki margar tortíningar í þetta skipti. Nei, ef við að tala verslunar hjá Ómon, 2, 3 og 3. Það er 1 hinum megin. Það er hversu yfir á vallar var allan tíman Dusty. Alveg ótrúlegt.
við sjáum það líka sko 5, 3 og 4 skot frá Dusty-mönnum. Helling af skotum, nóg af tækifærum fyrir Dusty til að skora en Oman stóðu vel í vörninni. En það duði ekki til það sem að þeir sóttu eiginlega ekkert sjálfur og voru með 2 skot á markið, annað þeirra var varið, hitt, líklegast þá í stöng eða slá. En já, spáin mín var sönn enn og aftur í dag. Ég var með einn góðan dag hér í spá. Já, sínst það náður hverju einsu spá rétt í dag. Já, það var samt mjög mikið hjálpað mér með fyrstu spána. Það var hjálpaður svolítið vel þar sko, en stundum það bara þannig. Stundum fær maður bara alla spánar réttar, sérstaklega þegar fyrstleikunum fyrir ekki í gang. Þá færðu bara sjálfkrafa 3-0. Já, það er akkurat málið. Þetta var pínu svoleiðis hjá okkur í dag, en já, þetta var gríðarleg viðureign. Þó að þetta hafi farið 3-1, allir leikinu voru mjög nálægt hvoru öðru, það var einhvern veginn alltaf bara 1 eða 2 mörk sem að skildi þessi lið af bara í gegnum alla leikina. Yndisleg viðureign og ég er að búast við meira svona í næstu viku. Við fáum kannski að fá það bara upp hvaða leikir eru hér í næstu viku til að sjá hvernig það stillir sér upp, en það er svo síðasta vikan í fyrri umferð. Það er 3-4 gegn Þór, Dusty gegn Stjörnunni, Ómond gegn Hamar. Þetta er toppslagur, þetta er slagur þriðja sæti og þetta er slagur botnin. Næsta vika verður eitthvað. Hún verður skambið skemmtileg. Þetta er algjör partí sem við eftir að fá þar og spurning hvort við fáum upp líka bara stöðu töflunar ef hún er tilbúin, eða bara þegar hún er tilbúin, en við allavega spjöllum aðeins bara meira þetta. Já, hún kemur bara strax upp. Þetta er allt tilbúið hjá okkur. Þór á toppnum með plus 11 og 8 stig. 3-4 þar á eftir plus 9, 8 stig. Stjarnan og Dusty, bara jafnir í 3. til 4. sæti. Báðir í plus 1 með 4 stig sem þýðir að næsti leikur skiptir öllu máli hjá þeim. Og Ómon og Hamar þannig að neðstir. Ómon vissulega með minus 10, hafa unnið 2 leiki hingað til. Hamar ekki búin að finna leik og er í minus 12. Já, ég held að næstu viku verður skambið spennandi. Ég held að allir leikir næstu viku verður svolítið alveg þessi seinasti leikur núna. Já, ég held það. Ég held að við séum að fara að fá bara 3 leiki sem að gætu allir farið í 5 leiki. Þannig þetta verður bara fáralega skemmtilegt. Spurning hvernig ég fæ með mér á móti hérna á borðinu, það verður líklegast ekki þú. Já, mér fannst það skambi líklegt að það verður ég sko. En samt gaman að fá því, þakka þér fyrir að mæta að koma hérna og bjarga mér. Já, það er minnsta máli, búin að vera skemmtilegt að vera hérna, búin að sjá, ég sá með 2 mjög skemmtilega leiki sko. Já, og síðan vil ég auðvitað bara þakka öllum styrktaraðalunum okkar fyrir. Við heldum við séum bara að fara að kalla þetta gott hér í dag og auðvitað þökkum við öllum fyrir sem að nefnt að koma og horfa á þetta, sérstaklega eftir fyrstu viðureignin fór eins og hún fór, að mæta síðan að fylgjast með setning 2 viðureignum, sérstaklega þessi síðustu. Vonaði hafi ekki mist af henni því að hún var gríðarleg, en ég þakka fyrir okkur og við sjáumst aftur í næstu viku. Býtur ekki á? Nei, ekkert. Fiskur leiðið sjálfsagt mikið mér. Ég held þú þurfir Red Bull. Orkudrykkin. Ég þarf ekki Red Bull til að veiða. Ekki fyrir þig, fyrir þá. Fyrir fiskana. Býtur, fylgstu með. Red Bull veitir vangi. Ekki slæmt, en ekki svo gott heldur.